Þegar þú keyptir þessi íbúð, notaðirðu viðbótarlífeyrissparnað? Nei. Ég er ógeðslega svekkt. Ég væri ótrúlega mikið til að nota til þess núna til að greiða inn á lánið. Einmitt. En þú ert búin núna að semja Já, ég er búin að breyta því. Ég breyti bara á samstundis þegar ég komst að því. Við getum alveg reiknað bara sirka hversu mikið þú tapar. Ég hef markvisst ekki gert það. Að þú vilt ekki vita? Ég vil ekki vita það, sko. Það einhver milljónir. Já, það örugglega, þú veist, 10 ára á sem Ég vil ekki eins og vita það. En ég meina, ég myndi mæla með þessu alla krakka. Eru það að safna í viðbótarlífeyrissparnað? Ég hef ekki hugmynd, sko. Nei, ég held ekki, sko. Þetta virkar þannig að þú getur borgað 2% eða 4% í viðbótarlífeyrissparnað og þá borgar fyrirtæki sem þú vinnur fyrir 2% á móti. Þannig að þú ert í rauninni að fá bara 2% launahækkun. Jú, ég er að greiða þetta. Ok. Ég var búinn að gleyma því. Já. Ég byrjaði 2016. Já. Það er rétt. Sniðugt. Ég gerði þetta í tæp 2 ár. Það er rétt, ég var bara búinn að gleyma því. Þannig að þú nýttir þessa 2% launahækkun. Já. Og bara í samráði við bara fjármálastjóra þar sem ég var að vinna. Og það var bara auðvitað. Það er áhugavert að sjá hvað þú átt mikið. Af því að þetta er náttúrulega bara eitthvað sem þú lagðir til hliðar og greinilega vissir ekki af. Þannig að þú ert bara kannski komin langleiðina með að borga þessa íbúð. Það getur verið. Það verður allan skemmtilegt. Ég meina, eins og við sögðum að við höfum allan áhuga að kaupa einhvern tímann. Okkur líður vel saman, okkur líður vel hér. Þrátt fyrir að við séum bara búin að búa saman í raun og veru í 3 mánuði. Þetta er líka svona að testa á bara hvar stöndum við. Þetta er líka það. Viðbótarlífeyrissparnaður er í rauninni launahækkun og einn besta leiðin til að safna fyrir íbúð. Því þá fær maður hjálp við að spara. Maður getur greitt 2% eða 4% af launinu sínum í viðbótarlífeyrissparnað og vinnuveitandinn greiðir þá 2% á móti. Ef maður notar hann pening svo til að kaupa íbúð, þá þarf maður ekki að greiða neitt skattasparnaðinum og auk þess er hægt að nota viðbótarlífeyrissparnaðinn til að lækka íbúðalánið í alltaf 10 ár eftir að þú kaupir. Viðbótarlífeyrissparnaður er því eitt allra besta tæki sem ungt fólk hefur til að safna fyrir íbúð.